Samkomu í Fíladelfíu í dag, gott að sjá ykkur öll. Það eru forréttindi að fá að koma saman og lofa Guð, fá að tilheyra uppreisnum Jesú Kristi og fá að koma saman og lofa hann og tigna með trúsyskinum. Og við skulum bara varpa af okkur öllum þeim byrðum, öllu því sem að íþyngja okkur, öllu því sem veldur því að við getum ekki beint sjónum okkar til hans. Við skulum varpa því af okkur hér og nú og taka ákvörðun eins og sálmaskáldið gerði, lofa þú drottinn sála mín. Það er það sem við skulum gera. Þetta oft á tíðum þetta bara spurning ákvörðun, að ætla að koma saman, að ætla að upplifa Guð og það er bara þannig að þegar maður byrjar að lofa Guð þá bara kemur gleðin, þá kemur kærleikurinn, þá kemur þetta sem okkur skortir eða hvort sem það er tómleiki í hjartanu sem er að valda okkur óþægindum eða hvað sem það er. Guð hefur það, hann getur mætt þér sama hvað það er sem að þú þarfnast í dag. Þannig að vertu velkomin, ef þú ert hér í fyrsta skipti þá vertu sérstaklega velkomin, gaman að sjá þig. Og við ætlum að syngja næst lag sem heitir Drottinn lofað sé þitt nafn og fjallar einmitt hinn uppreisna Jesú Krist. Drottinn lofað sé þitt nafn. Drottinn lofað sé þitt nafn. Þú mig hefur reist og frelst.
dauðinn haldi þér í gat. Það sem að Guð gerði var eitthvað sem að engum manni var unnt að gera. Hann sigraði dauðan, hann sigraði syndin, hann sigraði sjúkdóma, hann sigraði allt það böl sem að mennirnir glíma við. Þannig að fyrst að Guð gat uppvaki Jesú Krist frá dauðum, þá getur hann líka mætt þér. Þá getur hann líka leyst þau vandamál sem að þú glími við í þínu lífi. Amen. Þannig að við skulum bara fagna og lofa og tigna upprisin frelsar okkar Jesú Krist og gleðjast saman hér í dag. Við höfum alla ástæðu, ef einhver hefur ástæðu til að vera glaður og fagna, þá það við. Amen. Óskin mín eina, þetta lag sem við erum nýbyrjuð að syngja saman. Þetta lag sem að Óskar Einarsson, laggerðarleiðtoginn okkar, fékk að heyra á ráðstefnu sem hann var á í fyrra, í Svíþjóð. Hann fer bráðum aftur á þessa ráðstefnu og kemur örugglega með fleiri góð lög heim þá. Óskin mín eina, halleluja. Eftir. Og þess vegna langaði mig líka að við myndum syngja eitt sálm sem að margir þekkja aðal úr útförum, en það sko ekkert síðra að syngja bara á hverjum degi og á stundum sem þessari. Drottinn er minn hirðir. Óttast ég ekkert í, því þú ert hjá
Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni og ég ætla að lesa ritningalesturinn í dag sem Sálmur 121. En við hjóni vorum í fríi og við erum búin að sakna ykkar mjög mikið. En ég er svo þakklátt fyrir að samkomendanir sendar út. Því við gátum hlustað, við vorum á Tenerife og meðan við vorum að njóta sólarinnar gátum við hlustað á Helga, flytja ræðu og ykkur syngja og það var dásamlegt. Þannig ég er innilega þakklátt, en ég er búin að sakna ykkar mikið og þakklátt fyrir kirkjuna mína. En Sálmur 121 hljóðar þannig. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Halleluja. Amen. Gott að vera búin að fá þig aftur heim á manniðinn. Við skulum biðja fyrir bænarefnunum sem að hafa komið hérna inn í körfuna okkar. Það eru fleiri bænarefni sem að berast og biðja hér fyrir konu sem með krabbamein og við höldum áfram að biðja fyrir honum Hallfreði Emilssyni sem að hefur greinst með krabbamein og Guð er máttur. Mér langar að biðja alla söfnunum að rísa á fætur og við stöndum saman í bæn og lyftum körfinu upp, lyftum þessum bænarefnum sem hér eru skrifuð, lyftum upp til Drottins og Guð er máttur. Hann sem hefur skapað okkur, hann getur líka lagað, munum það, gleymið því ekki. Amen. Faðir, ég þakka þér fyrir Drottinn að við mögum koma fram fyrir þig, Drottinn, og biðja Drottinn fyrir öllum þessum personum sem að bakvið skrifuðu miðana hér í körfunni. Við biðjum þig að grípa inn í aðstæður þeirra. Þú þekkir hvern og einn einstakling. Þú veist hvað hver og einn er að ganga í gegnum. Þú veist gleðina, þú veist sorgina, þú veist kvíðan og óttan, Drottinn. Þú veist líka vonina. Ég bara þakka þér fyrir Drottinn að þú ert máttugur. Og nú biðjum við þig, Jesús, að leysa og lagna. Drottinn, þessi kona með krabbameinið. Við biðjum þig að vitja hennar. Við biðjum þig, Drottinn, að grípa inn í hennar líf og lagna hana og leysa hana frá krabbameinu. Höldum áfram að biðja fyrir honum Fredda, Drottinn minn. Þakka fyrir Drottinn að þú ert máttugur Guð inn í hans líf, inn í hans kringumstæður. Og þakka fyrir Drottinn harsta á krabbameinið sem að er að hrjá hans líkama, Drottinn, og við bara tölum út líf, Drottinn, og við höstum á dauðan sem að þar er komin inn í Jesú nafni. Við tölum út sigur og lausn, Jesús. Takk fyrir að þú ert máttugur Guð og við lofum og tignum þitt heilaga nafn. Þú sem að skapaðir himin og jörð, haf og þurrlend og allt sem í því er. Þakka fyrir Drottinn að þú ert máttugur, Jesús. Þakka fyrir að við fáum að tilheyra nafninu sem er ofar öllum öðrum nöfnum. Nafni Jesús sem hvert kné þarf að beygja sig fyrir á himni, jörð og undir jörðu. Þakka fyrir Drottinn biðja til þín sem að ert alls ráðandi. Ó Jesús, ég lofa þitt heilaga nafn og ég bið að blessa samkomin hér í dag. Ég bið nærveru þína. Ég bara bið þig heilagandi velkomin inn í okkar líf, inn í okkar kringumstæður, inn í bara allt sem við ætlum að gera hér í dag. Hér í salnum, í tæknimálunum, Drottinn, í barnastarfinu niðri, í unglingastarfinu. Ég lofa þitt heilaga nafn. Takk fyrir nærveru þína og ég bjóði þig heilagrandi. Vertu velkomin í Jesú nafni. Og allur lífurinn sagði Amen. 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 Áður en setjist. Konur, þetta er dagurinn ykkar. Og ég ætla að lesa hér í Biblíunni það að þetta sé dagurinn ykkar. Amen.
Í Davíðssálmi 68 og versi 12, þar segir, Drottinn lætur orð sín rætast. Amen. Drottinn lætur orð sín rætast. Og svo kemur, konurnar sem sigurboða eru mikill her. Amen. Amen. Konur, til hamingju með daginn. Það er konudagurinn dag. Karlmenn, nú ætlum ég að biðja ykkur að heilsa öllum konum hér í söfnuðinum. Ekki öllum, bara einni konu, svona sem nálægt ykkur. En bara konur, þið eigið daginn og nú ætlum við að heilsa ykkur og þið megið knúsa þeir, það er allt í lagi. Amen. Til hamingju með daginn. Til hamingju, já, halda. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Og þið sem eruð heima og eru að hlusta eða horfa á samkomuna, hjartanlega velkomin á samkomu hér í Fíladelfíu. Til hamingju konur, þið sem eruð heima. Guð bless ykkur og styrki ykkur öll. Þið eruð mikill her. Hvernig væri lífið án kvenna? Þegar við heyrt brandarann börnin sem voru spurð hjónabandið og eitt barni sagði það væri erfitt að útskýra ef hjónabandið var ekki til, þá væri erfitt að útskýra öll þessi börn. Það málið. Þannig að við erum þakkláttir fyrir konurnar, mjög þakkláttir. Það sem framundan í kirkjunni í þessari viku, þá á miðvikudaginn kemur, takk eftir því, það Royal Rangers klukkan 18, klukkan 6, síðan bæn og við ætlum að knýja á bænina. Við ætlum að halda áfram í bænalífinu. Við ætlum að komast inn í bænalífið. Amen. Þeir sem komast inn í bænalífið, þeir vil ekki fara út úr í aftur. Amen. Það bara þannig. Á miðvikudaginn í hátíðinu á miðvikudaginn þá fór hópur sem að hittist hvert einasta hádegi á miðvikudögum. Við erum að gera það í meir en 5 ár í Friðriskapellunni og margar kirkjudeildir og prestar og leiðtogar sem koma saman. Og við fórum í ráðhúsið á miðvikudaginn til þess að biðja bara fyrir ráðhúsinu, biðja fyrir þeim sem þar starfað, biðja fyrir sveitakosningunum í vor og við fórum þarna inn í mörg herbergi og fengum að biðja þar inni og þetta var mjög yndislegt. Þannig að það alltaf bænastundir í Friðriskapellu við Valsheimilið klukkan 12 alla miðvikudag. Þið eru velkomin, hér á miðvikudaginn klukkan 8 hér inn í hliðarsal bæn og við viljum bara hvetja ykkur til þess að komast inn í það. Biðja og við ætlum að biðja í gegn. Heyri með því. Við viljum sjá fólk læknast. Við viljum sjá fólk losna. Við viljum sjá fólk sem í fjötrum losna undan valdi ógnarins. Amen. Síðan á fimmtudaginn þá ætlum við, ég og úlingarnir, sem sagt úlingafræðsluna, við ætlum að fara í ferðalag. Til kotið, já, spennandi, krakkarnir farin að hlaka til. Þetta flottur hópur, þetta 18 krakkar, úlingar, sem í úlingafræðslunni í ár og við ætlum að fara austur í Kirkjulækjarkot. Ég fer með þeim ásamt 2 mæðrum þeirra sem ætla að elda fyrir okkur og sjáum þau mál. Síðan alltaf úlingasamkoma á föstudaginn og mér langar að segja ykkur frá því að það komi nýr úlingaleiðtogi. Við munum setja hann inn hér 9. mars, sem þá brauðsbrotning og nýji úlingaleiðtoginn, ég get alveg sagt ykkur hver hann Hann heitir Jóhannes Jóhannesson, sonur Jóhannesar og Maggíar. Og hann mun taka við úlingastarfinu. Eigum við ekki bara að gefa Guði gott klapp fyrir þetta. Amen. Þau sem voru úlingaleiðtogar þurftu að láta störfum vegna Anna og já. Síðan á föstudaginn klukkan 8 sálmakvöld í Samhjálp. Stangarhyl 3. Þannig að þeir sem viljið njóta þess, þá hægt að fara upp í Samhjálp og hinn hérna úlingasamkomu. Amen, nóg að gera í kirkjunni. Spennandi. Og svo ætlum við að fá hann að dökk hérna upp. Í dag biblíudagurinn. Amen.
Þú ætlar að leiða okkur hérna sannleika með það. Heyrðu, já, mér var falið að tala hér fyrir samskotum og það er mér bæði ljúft og skylt. Ljúft fyrir það að ég er svo þakklátt fyrir að við skulum eiga Biblíuna á okkar móðurmáli. Það búa ekki allar þjóðir við það í heiminum og Biblían, hún hefur verið til á Íslandi frá árinu 1584. Hún hefur haft alveg gífurleg áhrif, ekki bara á íslenska tungu, heldur bara á andlegt líf þjóðarinnar. Og fyrir það er ég mjög þakklátt. Nú, mér er skylt að tala þetta vegna þess að ég siti í stjórn hins Íslenska Biblíufélags og hið Íslenska Biblíufélag er elsta starfandi félag á landinu. Það verður 200 ára á næsta ári og mér langar að færa kirkjunni okkar þakkir fyrir að þegar hér hafa verið tekin samskot síðustu ár til Biblíufélagsins, þá höfum við yfirleitt verið svona í hópi þeirra kirkna sem hafa gefið hvað rausnarlegast og ég veit ekki hvort þið hafi nokkuð tíman heyrt af því, mér langar bara til þess að viti það í dag og þakka fyrir það hér með. Á næsta ári, sem sagt 2015, þá verður félagið 200 ára og það eru alls konar hlutir í undirbúningi. Hlutverk félagsins er að koma Biblíunni, sjá til þess að hún sé til og hvetja til lesturs hennar og þið munuð sjá á næsta ári alls konar uppákomur og alls konar hluti þar sem bara verður að vekja athygli þjóðarinnar á þessari frábæru bók og hvetja til lesturs hennar. Ég er hérna með biblíulestrar áætlun sem félagi gefur út, ég er með 100 svona blöð hjá mér sem þið getið eignast á eftir þið sem viljið. Þetta er til þess að styðja okkur við daglegan lestur Biblíunar og ég hveti ykkur líka til þess að ganga bara hreinlega í félagið. Ég tel að þetta málefni sé þannig að hver einasti kristinn maður sem lætur sér and Biblíuna, hann ætti að vera í Biblíufélaginu. Það kostar 2.000 krónur á ári, það er hægt að skrá sig á biblian.is, taki eftir það með enni í endan biblian.is, af því að samkeppnisaðilar okkar sem eru ekki mjög kristnir, þeir eiga biblia.is og þess að vera að gera mjög mikið með það. En ég hvet ykkur þær að þetta gerast meðlimir á biblian.is og ég get líka tekið nöfn ykkar niður ykkar sem vilji ganga í félagi hér í dag. En Vörður myndist á það hérna áðan að það væri konudagurinn, þannig að ef þið viljið gleðja mig í dag fyrir það eitt að vera kona og það sé konudagurinn, þá langar mig til þess að biðja ykkur um að gefa rausnarlega í fórnina í dag. Mér finnst ekki mjög gott eða auðvelt eða létt að biðja fólk að gefa peninga, en þetta er málefni sem ég styð 100%. Ef ekki að biðja. Drottin, ég þakka þér fyrir Biblíuna sem þú hefur séð þjóðin okkar fyrir í öll þessi ár. Ég þakka þér, Drottin minn, fyrir þá sem fengu þessa hugsjón í upphafi að þýða bæði Nýja testamentið og svo Biblíuna í heild á íslensku. Þakka þér fyrir, Drottin, hvernig þú varst með þeim í verki og þakka þér fyrir alla þá sem hafa lagt mikið á sig í gegnum tíðina til þess að þjóðin okkar ætti þessa bók á íslensku. Og ég biði, Drottin, að minna okkur á að gefa bókina, mynda okkur á að lesa hana og hjálpa okkur, Drottin, bara að vera í verki með þér. Í Jesú nafni. Amen. Það eru mjög margir sem eiga allt, þið vitið það, á Íslandi. Og þegar verið er að gefa fólki gjafir, þá eru stundum vandræði hvað að gefa þessum eða hinum, hann á allt. Það er fullt af fólki sem á ekki Biblíuna. Biblían er góð gjöf, þannig að þegar þið eru að gefa ættingum eða vinum, jólagjafir eða afmælisgjafir, gefið þeim Biblíuna. Amen. Hósin er aftast fyrir ykkur sem vilji nú tæma debetkortareikningan ykkar, þá er það mjög auðvelt aftast. Takk fyrir það, Dögg. Eilíf náð þín, Faðir, gefur mér.
styð og hjálpa þér. Guð ég fæ að fyrirheitum þínum, frið og styrk sem ekkert muna má. Auk með trú og haltu huga mínum, helgum lífsins vegi þínum á. Svo að ég af hjarta þegi reynum, hvað sem mætti geti átt með þér. Daginn hvern eitt andartak í einu, unnstið þín, því ljósins heim ég fer. Svo að ég af hjarta þegi reynum, hvað sem mættir geti átt með mér. Daginn hvern eitt andartak í einu, unnstið þín, í ljósins heim ég fer. Amen. Það er mikið talað núvitund og það að lifa í núinu, og þessi sálmur fjallar kannski það að lifa með Guði í núinu, því að stundin núna er svo eina sem við eigum alveg örugga. Við vitum ekkert hvað við verðum á morgun og gerdeginum breytum við ekki, þannig að það besta sem við getum gert, það er að vera hér og nú og lofa Guð og njóta þess að vera í samfélagi hvert við annað og í samfélagi við Guð. Það er komið að því að börnin og unglingarnir fari niður í sitt starf og við ætlum að syngja hið gamalkunnalag B-I-B-L-I-A tilefni dagsins. Það sé svolítið þema í dag í lögunum að treysta Guði þó að stormurinn sé í kringum okkur eins og oft er. Ég kannski tala full mikið fyrir smekka einhvers, það er bara að hafa það. Ég er sjaldan að leiða lofgjöruna þannig að þið losnið við mig. En það var bara svo svona sterkt í huga mér að einhvern veginn að við myndum syngja saman og þjappa okkur saman og minnast þess að sama hvað dynur á, sama hvað er í gangi, að þá bregst Guð ekki. Því að við erum öll að glíma við eitthvað, við erum að glíma við afleiðingar fortíðar okkar, við erum að glíma við ótta vegna framtíðarinnar, við erum að glíma við sjúkdóma, það er svo margt sem að allir eru með eitthvað. En Guð þekkir það allt og hann er með okkur í því öllu, hverju einasta atriði. Og hann þekkir okkur betur heldur en nokkur annar, hann þekkir okkur betur heldur en við þekkjum okkur sjálf og hann veit hvers við þörfnumst og hann skilur okkur. Og mér langar bara að hvetja þig sem að
kannski ert að glíma við ótta, kvíða vegna framtíðarinnar, að bara taka ákvörðun að leggja þetta allt í hans hendur. Stundin akkurat núna er hvort sem er svo eina sem að við eigum örugga. Þannig að treystum honum í dag, treystum honum fyrir framtíðin okkar, treystum því að hann muni hjálpa okkur að leysa það sem að við erum að glíma við vegna fortíðar okkar og gefum honum allt. Áður en að ræðumaðurinn kemur hér upp á eftir, hann Hafliði Kristinsson, þá ætlum við að syngja saman 2 sálma og enn einn sálmur sem að minnir okkur á hversu mikill hann er og máttugur Guð. Þú mikli Guð.
bara þökkum þér fyrir það hver þú ert. Þökkum þér fyrir að þú ert mikill og þú ert máttugur Guð. Og við þökkum þér fyrir að við getum lagt alla hluti í þína hendur í dag, Drottinn. Elsku Faðir, við bara lofum þig og við tignum þig og heiðrum þig. Elskum þig, Jesús. Halleluja, Jesús. Amen. Af himni kemur kraftur þinn. Af himni kemur kraftur þinn. Hjartað fylltu Drottinn minn. Af himni kemur kraftur þinn. Af himni kemur kraftur. Af himni kemur kraftur þinn. Af himni kemur kraftur þinn. Hjartað fylltu Drottinn minn. Af himni kemur kraftur þinn. Fylltu hjarta. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Af himni streymir lífsins lykt. Af himni streymir lífsins lykt. Hreinsa mig af allri synd. Af himni streymir lífsins lykt. Fylltu hjarta mitt. 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 Eignar líður færi lofgjör þér. Láttu helgan anda falla hér. Kirkjan lifni enn eitt sinn. Af himni kemur kraftur þinn. Komi kraftur. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Fylltu hjarta mitt. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Komi kraftur þinn. Drottinn, við lofum þér það. Halleluja. Og við byggjum þessa kraftur þinn, Drottinn, hann megi koma. Ekki bara í þessari tilfinningu við höfum, Drottinn, þegar við hrífumst með, heldur í þessi umbreytandi kraftur þinn, Drottinn, sem að mætur okkur þar sem við erum og tekur okkur á þann stað, Drottinn, sem að þú vilt að við séum á, Drottinn minn. Og við byggjum, verði viljið þinn, komi kraftur þinn, Drottinn minn. Viltu leiða, viltu blessa, viltu mæta einum og sérhverjum sem að er hér í dag eða hlustar á þessa stund, sem að er með í að lofa og veksama þig. Drottinn, við lofum þig og við lyftum upp þínu nafni. Drottinn, við vitum að
að við erum vanmáttug í okkur sjálfum, Drottinn, til þess að ná fram svo mörg af því sem að við þráum og við viljum. Jafnvel því sem að við vitum að er gott fyrir okkur. Jafnvel, Drottinn, þegar við sjáum svo skýr merki þess hvert við eigum að fara. Og við þurfum á þér að halda, Drottinn minn. Kom í kraftur þinn, kom í lausnin þín, kom í sigurinn þín, kom í blessun þín, kom í gleði þín, Drottinn. Allt þetta sem að við þörfumst, Drottinn, megið að koma. Og megið að koma til þess að vera. Drottinn, megið að finna plægða jörð, Drottinn, mjúka jörð. Megið, Drottinn, regn heilags anda fá að væta þitt orð í lífi okkar, Drottinn, svo það beri ávöxt, svo það festi rætur, svo það verði það, Drottinn, sem að þú hefur ætlað því að vera. Það komi aldrei tómt tilbaka, Drottinn, heldur vinnið að verð sem að þú hefur ætlað því að gera, Drottinn Jesús. Halleluja. Kom í kraftur. Blessað okkur orðið og ég fel mig í þínar hendur, Drottinn, minn vanmátt, Drottinn, og það allt, Drottinn, sem að þú þekkir og veist, Drottinn, að ég er að takast á við. Drottinn, það legg ég í þínar hendur og ég bið, Drottinn, að það megi verða til blessunar, Drottinn, þeim sem hér eru. Drottinn, fyrst og fremst að það megi vera þér til heiðurs og dýrðar í Jesú nafni. Amen. Amen. Yndislegt að fá að vera með ykkur hér í dag. Það er langt síðan að ég staði hér í púltinu og predikað. Ég ætla nú samt ekki að gera eins og maðurinn sem stóð upp í byrjun kvotmóts og hann beður mig að lesa ritningateksta og sagði það er svo langt síðan að ég hef lesað. Ég ætla að lesa 4., 5. og 7. kafla í Jóhannesar Guðspjalli og svo var hann bara stoppaður af svona í rólegheitum að mildi og sá sem að stóð hér í mörg ár, Einar Gíslason, hann sagði bara amen fyrir hann og það endaði svona, já, ég held að hann kláraði nú ekki eitt kafla. En þetta voru nú ekki þannig í dag, ég ætla ekki að tala lengi af því ég hef ekki talað lengi. Þið eru að hlusta á ritningatexta sem að lesa hérna áðan, bara svona til þess að deila svolítið hvað fer í gegnum hugamanns. Ég veit, að því ég hef setið svo lengi niður í þessu sal, ég veit að það eru alls konar hugsanir og hlutir sem að fara í gegnum huga okkar og stundum erfitt að svona hafa athyglinna og ég var að hlusta á Sálm 121 og ég hef velt í stundu fyrir mér að því að það er svo oft lesnir textar hérna sem fjalla vörð. Ég veit að Vörður er forstöðumaður hér, en þegar ég lesin texti þá kemur nafnið hann svo oft fyrir og ég fór nú að hugsa sem betur fyrir ekki verið að tala Vörð Traustason hér í þessu versi að því að stendur hann sefur ekki, hann blundar hvorki né sefur og hann var náttúrulega algjörlega bara búinn að missa vitið ef þetta væri lagt á hann og ég er svo þakklátur fyrir það að það sem að Guð er og gerir í lífi okkar að það er ekki leggjandi á nokkurn mann. Guð er almáttugur Guð. Við gætum aldrei staðið undir broti af því sem að Guð gerir og Guð bæði vill og hefur gert í lífi okkar og það er það sem að ég er svo innilega þakklátur fyrir að Guð er Guð. Amen. Og vörður og ég þakkláttur hann líka og ég veit að stundum þá sefur hann ekki og blundar og það eru álag og vandi og áhyggjur út af öllu því sem að kemur í veg þess sem að leiðir kirkju og þarf að hjálpa fólki í gegnum erfiða tíma og við byrjum fyrir leiðtogunum okkar. Mér langar yfirskriftaræðu minnar í dag veldu lífið og ég er lengi búinn að vera með þessa yfirskrift og svo fór mér nú svolítið að vefjast tunga tönn eða snúast hugur. Ég fór að velta því fyrir mig hvort ég ætti alveg að hafa þetta sem yfirskrift hér í dag þegar að ég frétti af vini mínum og æskufélaga, honum Hallfreði sem var svo alvarlega veikur og ég hugsaði með mér, það er stundum bara erfitt að sitja með einhver texta og
og svo eru kringumstæðurnar í kringum okkur þannig að þú veltir í fyrir þig, get ég í alvöru talað að velja eitthvað þegar við lendum í kringumstæðum sem okkur finnst við ekki hafa valið. Og svo hugsaði ég, en ekki einmitt á þannig kringumstæðum, það ekki staðurinn þar sem við veljum lífið fyrst og fremst? Þegar við stöndum fram fyrir því að við vitum ekki nákvæmlega hvernig framtíðin verður. Það líklega tækifærið sem við veljum lífið af mestu afli, af mestri löngun til að fá upplifa og reyna það sem að lífið hefur upp á að bjóða. Svo yfirskriftin veldu lífið. Og veldu lífið hefur að gera með texta sem ég ætla að lesa fyrir ykkur. En veldu lífið líka löngun allra að lifa. Ekki bara að lifa heldur að njóta lífsins. Og hversu mikið það svo á okkar valdi að velja? Þessi texti sem ég ætla að byrja á að lesa að finna í 5. Mósebók, kafla 30. Og til þess að setja þetta svolítið í samhengi, að þá komið að enda á langri göngu. 40 ár í eyðimörkinni, í átt að fyrirheyrnarlandinu, þau eru að verða búin. Þau sjá yfir í fyrirheyrnarlandið og Móse að fara yfir, þetta eru loka leiðbeiningar Móse þegar hann að tala hvað gerist síðan. Þegar við göngum yfir fljótið, þegar við göngum yfir þessi mörk úr þessum draumi, úr þessari löngun, úr fyrirheiti og yfir í veruleikan. Og hann fer að minna þá á allan grunninn, hann fer að minna þá á boðorðin, á lögmálið, á mikilvægi þess að varðveita samfélagið við Guð. Og svo kemur þetta. Og hann segir í versi 16 í þessum kafla, ef þú hlýðir boðum drottins sem ég set þér í dag, með því að elska drottin Guð þinn, ganga á vegum hans og halda boðans, ákvæði og lög, muntu lifa. Og þér mun fjölga og drottin Guð þér mun blessa þig í landinu sem þú heldur nú inn í og taka það til eignar. Og svo segir hann nokkru síðar í þessum sama kafla, frá og með versi 19, þess að ég kveð bæði himin og jörð til vitnis gegn ykkur í dag. Ég hefi lagt fyrir þig líf og dauða, blessun og bölvun. Veldu þá lífið, svo þú og niðjar þínu megi lifa. Með því að elska drottin Guðinn, hlýða boði hans og halda þig fast við hann, því að þá muntu lifa og vera langur lífur í landinu sem drottin hét að gefa feðrum þínum. Ég hefi lagt fyrir þig. Það kannski bara tækifærin sem við höfum á hverjum einasta degi. Guð hefur lagt fyrir okkur. Við höfum margt að velja. Við höfum alveg óendanlega mikið val í dag. Svo mikið stundum að við fáum valkvíða bara að takast á við daginn. Og hann segir, en veldu lífið. Veldu lífið. Og þessi setning hefur sitið í huga mínum minnstakosti þennan 1,5 mánuð frá því að hann Helgi sendi með póst og spurði hvort ég geti talað í dag. Veldu lífið. Og ég hef verið að velta því fram og tilbaka og mig langar að deila svolítið hugleiðingum mínum með ykkur hér í dag. Þetta texti úr 5. Mósebók og margir segja það er dálítið langt síðan að þetta var skrifað. Já, það er alveg rétt. Þessi lína hefur jafnmikla merkingu fyrir okkur í dag. Þetta að velja lífið, þessi löngun og þrá til þess að lifa og lifa merkingar fullu lífi, lifa góðu lífi, tilfinningin hefur ekkert minnkað í lífi þeirra einstaklinga og okkar allar sem erum að takast á við lífið. Við erum ennþá að velja og við viljum öll velja lífið. Og Móse lagði grunninn, hann sagði áður þið gangið inn í fyrirheyrna landið. Þá muniði bara þetta að fyrirheyrna landið, það er fullt af fyrirheitum. Það er líka fullt af alls konar öðrum hlutum sem við þurfum að velja. Og hann segir aldrei gleyma því á hvaða grunni þið genguð af stað. Hverjar forsendurnar eru fyrir lífinu með stóru elli. Og hvaða merkingu hefur þá þessi texti fyrir okkur í dag? Ég gerði það sem að nútímamaðurinn gerir gjarnan. Ég fór á netið. Hvað skildi nú koma upp þegar við flettum upp textanum veldu lífið eða á ensku choose life? Og 3 megin hlutir sem að koma fram. Það fyrsta snýr að fóstri í móðurkviði og það val sem mæður og feður standa frammi fyrir þegar barnið fellur ekki inn í fyrirætlinni þeirra líf og hamingju. Veldu lífið áskorun ritningarinnar. Það næsta, það snýr að örvæntingu einstaklings sem sér enga von og lífið framundan virðist ekki bjóða upp á neina vænlega kosti. Veldu lífið, hrópum við öll.
og ritningin tekur heilsugar undir. Á vefnum persona.is sem hérna íslenskur vefur, að þar sálfræðingur að svara þessari spurningu, yfirskriftin veldu lífið. Hann að svara þessari spurningu og hann endar með þessum orðum: ég bið þig endilega að velja lífið. Lífsbaráttan getur verið erfið, ekki endalaust sólskin, miklu frekar skín og skúrir. Það aðalatriðið að hugsa í tækifærum og lausnum, frekar en út frá ógnum og vandamálum. Mistök eru til þess að læra af, nema þau sem binda endi á líf okkar. Veldu lífið, sagði hann. Skrifa svo undir með baráttukveðjum, Jón Sigurður Karlsson, sálfræðingur. Veldu lífið. Þriðja merkingin kom mér eiginlega mest á óvart. Það var tilvísun í einhverja kvikmynd og svona endalösa og eiginlega uppfletting mín á netinu byrjaði á tilvísun í þessa kvikmynd. Það kvikmynd sem að gerð var á 1996 og heitir Trainspotting. Hver hefur séð Trainspotting? Nokkurir. Og sumir réttu hendina svo hægt upp, það að því að myndin frekar grúsum og hérna, þeir veit ekki alveg hvort það bara viðeigandi kirkju að réttu upp hendina, þetta þannig mynd. Þetta svört og átakamikil mynd eiturlyfjafíkla sem að búa í Edinborg í Skotlandi og tilraunir eins þeirra til að losna undan ægivaldi heróínfíknar. Hann heitir Mark, kallað Rentboy Renton og hann heldur svona reiðilestur sem byrjar á orðunum veldu lífið. Nú ætla ég ekki að endurtaka, ég ekki leikari og ég ætla ekki að endurtaka hvernig hann gerði þetta. En hann byrjar að fara yfir allt þetta val sem við höfum. Hann segir veldu lífið, veldu vinnu, veldu karriér, veldu þér fjölskyldu, veldu þér stórt sjónvarp og svo heldur hann áfram að tala alla þessa hluti sem við erum að velja okkur í okkar daglega lífi. Og endan hann svolítið, þetta langur listi og hann versnar svona, þú veist, orðin sem hann notar eru þannig að þú notar það alls ekki í kirkju, svo ég ætla ekki að fara þangað. En hann endar þennan reiðilestur sinn valið sem við höfum á því að segja veldu þér framtíð, veldu lífið. Og svo segir hann, en af hverju ætti ég að vilja að gera það? Ég valdi að velja ekki lífið. Ég valdi eitthvað annað. Og ástæðan, spyr hann, það engin ástæða. Hver þarf ástæðu þegar þú fær heróín? Og ég sagði með mér, þetta alveg rosalega sterk setning. Hver þarf ástæðu til þess að velja lífið þegar hann hefur eitthvað annað sem tekur af honum valið, eins og fíknin. Og höfum þá ekkert val? Jú, við höfum val. Og það sem ég svo þakkláttur fyrir í þessum texta sem við lásum í byrjun, að valið að velja lífið með stóru elli, það byrjar á valinu þegar við veljum Guð og hans leið inn í okkar líf. Ég veit ekki alveg hvernig þessi mynd fór. Ég var að reyna að spurja Hlyn út í þetta strákið minn og hann sagði þú þarft til að horfa á þetta, þú veist, en hann sagði sko ég varaði við. Svo ég á eftir að gera það. Ég ætla að gera það einn góðan veðurdag því að þessar setningar hafðu bara ómikil áhrif á mig og mér langar til þess að fylgja svolítið með framvindu þessara orða hans Mark Renton. En hvernig veljum við svo lífið í okkar daglegu áskorunum sem hafa með val og vilja okkar að gera? Hvað það sem við erum að velja sem hefur mikil áhrif á líf okkar og líðan? Hvernig veljum við lífið í okkar daglega lífi? Ef við förum nú út úr þessum risastóru áskorunum sem að snúa að fóstrinu, sem að snúa að einstaklingi sem að ætlar að taka líf sitt, eða sem að snúa að einstaklingi sem svo háður fíkninni og honum finnst hann engan valkost hafa. Þetta eru svona erfiðu stóru málin. En hvað með lífið sem við erum að takast á við? Og stundum þá finnst okkur kannski bara þann ekki vera einhvern veginn þess virði að við gefum gaum að því hvað við erum að velja. Og svo einhvern veginn löngu síðar þá áttum okkur á því að við höfum valið, eða við höfum kannski ekki bara valið markviss neitt sérstakt.
Og hvar endum við þá? Við endum líklega á stað sem ekki neitt sérstakt. Af því að leiðirnar sem við höfum farið, þær ekki markvisst þetta að velja lífið. Af því að grunnurinn kannski sá sem að, hann ekki sá sem að bestur fyrir okkur. Svo hvað það sem við veljum? Við veljum það sem við segjum. Þar kannski veljum við lífið svona með áhrifamestum hætti í okkar daglegu lífi. Í Orðskviðunum 18. kafla versi 21 segir: dauði og líf á tungunnar valdi. Sá sem henni beitir mun og þiggja ávöxt hennar. Þegar við tölum veljum við líf. Ég hugsa stundum þegar ég hlusta á, ég tala ekki ef maður fer inn á spjallþræði í dag, þar finnst mér vera dauðinn ræður þar ríkjum. Og ég ekki að tala svona físiskan dauða, ég bara að tala þar bara framin svona mannorðsmorð reglulega án þess að fólk blikni við. Líf og dauður á tungunarvaldi. Í mínu daglega starfi, og það líður nú örugglega ekki svo ræða, ég minnist ekki á það sem ég starfa við, það fyllir huga minn allan, en þar ég einmitt að takast á þetta. Vandi flestra hefur að gera með samskipti. Af hverju? Af því að líf og dauður á tungunarvaldi. Það sem við tölum út hefur svo mikil áhrif. Og hvar hefur það mest áhrif? Það hefur mest áhrif á þá sem að við stöndum næst og göngum næst með, eða nánast með. Þar val okkar. Jesús talar þetta, eitt af því, og svona kannski beinu framhald af þessu, varðandi orð og athafnir okkar, þá kemur það uppgjörinu. Og það sem að ég kannski svona, það sem að hryggir mig kannski mest svona í gegnum tíðina, þegar ég fylgist með einstaklingum sem þykir væntum eða fólk sem að á einhvern þátt snertir líf mitt, þegar ég sé að það getur ekki sleppt einhverju sem hefur gerst. Líf og dauður á tungunarvaldi. Líka það að velja að halda áfram. Þegar við festumst í einhverju og situm föst þar. Og það ekki endilega orðin sem við segjum við einhver aðra. Það orðin sem við tölum inn í okkar eigi líf. Það orðin sem við notum til þess að lýsa okkur sjálfum. Það orðin sem við notum til þess að lýsa því hver við erum líka í samfélaginu við Guð. Hver erum við? Alveg óendanlega mikilvæg í orðum Guðs. Áður en að við elskum, þá elskaði Guð, segir ritningin. Áður en að við stigum svo mikið sem, áður en við vorum fædd, þá gerði Guð áætlun fyrir líf okkar. Til heilla, veita okkur vonaríka framtíð. Það það sem við eigum. Það lífið sem við getum valið. En stundum veljum við að staldra við eða festast í hlutum sem algjörlega ræna okkur lífinu. Veldu lífið. Jesús talar mikilvægi fyrirgefningar. Hann segir í Mattheus 5:21: vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú ert enn á vegi með honum. Hvenær best að gera upp? Strax. Það myndi hjálpa. Af hverju? Af því að ef þú gefur mér nógu langan tíma, þá finn ég leið til þess að nota sjálfsréttlætinguna til dæmis, til þess að sannfæra sjálfa mig að það sem að ég gerði, það var ekkert mál. Og í besta falli þá var einhverjum öðrum að kenna. Gerðu upp málin sem fyrst. Losaðu við þessa hluti. Veldu lífið. Stundum veljum við allt of lengi að standa á rétti okkar. Og réttur okkar verður oft til þess að við töpum því sem skiptir mestu máli. Þá höfum við ekki valið lífið. Við höfum valið eitthvað annað. Og vandinn að við finnum kannski ekki fyrir því strax, en við finnum sannarlega fyrir því löngu síðar. Jakob talar tunguna og hann segir, þannig í Jakobsbréfi 3. kafla á 5. versi, hann byrjar að segja, þannig einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Svo segir hann, sjáðu hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Veldu lífið, ekki kveikja í skóginum. Svo heldur hann áfram og segir, með tungunni veksum við, þetta í versi 9-12, með tungunni veksum við Drottinn okkar og föður og með henni formælu við mönnum sem skapaðir í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Svo segir hann, þetta má ekki svo vera. Við getum ekki blanda þessu saman. Veldu lífið. Veldu Guð inn í þínar kringumstæður og inn í þitt líf og lefðu því að stýra í hvað átt þú ferð með orðin, í hvað átt tungan fer. Hann spyr í versi 11, gefur sama lindin bæði fest og bestvatn, mun fíkjutré bræður mínur og systur geta gefið af sér ólífur eða vinnviður fíkjur. Eigi getur heldur salturbrunnur gefið ferskt vatn.
segir hann. Og mikilvægi þess að fyrirgefa hefur að gera með það að velja lífið. Og ég alveg meðvitaður það að fyrirgefning ekki einfalt mál. Við hjónin ætluðum að horfa á mynd saman á föstudagskvöldið. Við horfðum saman á fyrsta hálftíman, svo horfði ég einn á restina. Af því að hún sofnaði. Og ég búin að lofa því að segja henni ekki frá því, eða ég kannski búin að hóta henni, ég segja henni ekki frá því hvernig myndin endaði, að því mér langar svo til þess að hún sjáu það. Og hún hét Fílómína, þessi mynd. Hver við séð Fílómínu? Allt í lagi. Þetta svona mildar mynd, nú fleiri sem rétt upp hendina af djörfung. Alveg einstaklega góð mynd. Og það var einn bútur úr henni sem hafði kannski mest áhrif á mig. Myndin sem fjallar konu, og þetta sannsöguleg mynd. Hún fjallar hluti sem gerðist á Írlandi fyrir einhverjum 60-70 árum síðan. Hún verður ófrísk, þessi unga stúlka, og hún eignast barnin í klaustri og þar bæði hún og barnið svona tekið fóstur, hún í mikla svona þrælavinnu og að lokum barnið gefið. Hún hittir barnið einu sinni í viku held ég og síðan barnið gefið og hún fær engu það ráðið. Og þegar að þessi sonur hennar hefði orðið 50 að þá byrjar sem sagt sagan í núinu. Þá kemur bara þessi stóra og mikla tilfinning yfir hana hvað var það af honum, hvað gerðist. Og hún fer að leita og dóttirinn finnur blaðamann sem gengur í lið með henni og hann sem sagt grípur þessa sögu. Hann var sjálfur í svona mikilli besku, hann hafði verið einn af spunameisturum bresku ríkisstjórnarinnar og hafði verið látinn fara. Og hann hafði svo sem gott lífið að segja. Hann var á öfugum megin við línuna. Hann var ekki að velja lífið allavega þessa dagana, hann bara fullur af reiði og besku. En hann grípur þessa sögu og fer að leita. Og hverjir ætla að horfa á myndina? Ég ætla ekki að stela þruminu. Allavega. Að það eiginlega má ekki segja meira fyrir þá sem eiga eftir að horfa á þetta. Við bara látum hér gott heita. En það sem ég ætla að tala það. Hún stendur frammi fyrir konunni sem hafði tekið þessa ákvörðun að taka henni barnið, sem var nunna sem hafði einhvern veginn algjörlega farið á mis við lífið. Þetta var kona sem hafði helgað líf sitt Guði, en hún hafði aldrei valið lífið. Hún valdi reglurnar, og líf hennar var svona fullt af hörku. Það sem hafði komið fyrir þessa ungu konu, það var bara henni sjálfur að kenna og þetta voru bara svona laun eða uppskera þessara röngu ákvarðana þessara ungu stúlku. Það var ennþá afstaða þessara konu og ég hugsaði með mér og ég grét svolítið bara sem kristinn einstaklingur yfir því að í öll þessi ár þá hélt hún ennþá í þetta. Hún valdi ekki lífið. Hún hefði valið Krist sem leiðtoga lífsins en hún valdi ekki lífið. Að það engin leið að sjá líf út úr þessum orðum sem hún svaraði. Og blaðamaðurinn sem var fullur af beiskju út í ef ekki samherja sína í ríkisstjórninni, þá minnstakosti andstæðinga út í bresku pressuna og líklega hálfa bresku þjóðuna minnstakosti. Hann ætlaði bara, þarna var komið hans tækifæri til þess að fá útrás. Hann ætlaði bara að ráðast að þessari fullorðnu konu. En gamla konan, hún gekk inn og hún sagði, ég fyrirgef þér. Hinn var ekki að biðja fyrirgefninga. Hún var bara að segja, hún hefði lent í þessu. Þetta verið þetta uppskera, þetta var ávöxtur og uppskera af því sem hún hefði gert rangt, þessu unga kona. Nema þegar hún var yngri þessi gamla. Fílumönna stendur og hún segir, ég fyrirgef þér. Og þá rýkur blaðamaðurinn upp og segir, bara svona einfalt. Þá segir hún, nei, það er alveg óendanlega erfitt að segja þessu orð. Fyrirgefning aldrei auðveld. Fyrirgefning hefur það ekki að marki sínu að gera lítið úr því sem var gert á þinn hlut. En fyrirgefning að velja lífið. Og hvaða líf velur þegar þú fyrirgefur? Þú velur að geta haldið áfram. Þetta leið einstaklingsins sem hefur upplifað sársauka til þess að geta lagt hlutina til hliðar, sett á í samhengi eða sett á í hendi Guðs. Því að stundum það þannig að við getum ekki sjálf og síðan stígum skrefið í áttina lífinu. Veldu lífið. Og ef þú þarft að fyrirgefa til þess að halda áfram,
veldu þá fyrirgefninguna sem lífi sem þú þarft að njóta. Og hún hélt áfram, þessi gamla kona. Þetta var sterkastu punkturinn í þessari mynd, þannig að ef þú horfið á hana, ekki gleyma að sjá þetta. Við veljum lífið með því að velja hvað við gerum við líf okkar. Að nýta stundin eins og Fanny var að tala hér áðan, að njóta dagsins. Og hversu oft erum við ekki að bíða eftir að eitthvað gerist til þess að við getum? Kannist þið við það? Einhver frægasta setningin á stofunni hjá mér þegar hægist. Þegar hægist þá ætla ég. Þegar prófin eru búin. Þegar árið liðið. Þegar eitthvað. Og leið og við erum ákveðin í að gera eitthvað þegar einhverju lokið. Þá erum við líka að taka afstöðu til þess að við ætlum ekki að lifa lífinu. Við ætlum alltaf að bíða eftir því að eitthvað batni, að eitthvað breytist, að eitthvað gerist. Við erum kölluð til þess að velja lífið. Á hverjum degi þurfum við að velja lífið. Við þurfum að velja hlutina sem að við eyðum tíma okkar í. Hver nýr dagur tækifæri og dagur sem að býður upp á nýja möguleika. Veldu lífið. Og þetta að lokum. Við veljum lífið á áhrifamestan hátt með því að velja Krist. Þar byrjar valið með stóru vaffi og lífið með stóru elli. Í Jóhannes 14, frá versi 4-6 segir, veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Og við erum ennþá svolítið komin annan hring. Við byrjuðum á textanum hjá Móse. Móse komin að þessum stóru vegamótum. Hann að fara heim. Og heim ekki lengur til fyrirheitna landsins handa við annað. Heim til Guðs. Og Móse, þegar hann hafði lokið þessum orðum sínum, að þá steig hann upp á fjallið og þar dó hann og Guð tók hann heim, segir textin. Bara yndislega svona fallið. Bara Móse fór heim. Jesús að fara heim þegar hann að tala við lærisveina í Jóhannes 14. Og hann veit að þeir eru komnir að ánni, að vatnaskilum. Og nú segir hann, og haldiði nú áfram. Veljiði lífið. Og hann segir, og veginn þangað sem ég fer, þekkið þér. Og allt í einu verður svona bara panik í hópnum. Býtu við, þú ert að fara, þú ert búin að vera með okkur allan þennan tíma, þú heldur á öllum upplýsingunum í þinni hendi. Hvernig í ósköpunum eigum við að fara? Þú veist, og vannmátturinn bara sem sest að, nei, veistu það, við getum þetta ekki. Nei, hann vissi það alveg. En þeir eru bara ekki átt að segja á því hvað yrði eftir þegar hann hafði andað á það og sagt meðtaki heilagan anda. En hann þú veist, í þessum texti hann að lýsa þessu. Og hann segir, veginn þangað sem ég fer þekkið ekki. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Tómas, veldu lífið. Hann sagði það vísu ekki beinum orðum þarna. Hann átti eftir að kenna þeim áfram. En þetta var boðskapurinn til hans. Veldu lífið. Og stundum erfitt að velja lífið. Þegar við upplifum okkur í kringum staðum, þar sem að hlutir sem að við höfum ekki stjórn á einhvern veginn eða hlutir gerast, það einhverjir aðrir sem taka ákvörðun, sem hafa svo mikla ákvörðun með líf okkar. Það einhver sem að fer frá okkur. Og hvað höfum við þá? Hvaða getum við valið lífið í alvöru? Og vannmátturinn að velja lífið miðað við það þegar við erum að velja hvort að við erum að ganga á Esju eða Úlfarsfell, skilurðu. Það óendanlega mikill munur. Og við finnum vannmáttin koma upp. Drottinn, hvernig getum við valið? Hvernig hægt að velja lífið? Þegar manni líður þannig eins og maður langi ekki eins og til að opna augun næsta dag. Veldu Krist. Og Jesús sagði við þá, hann sagði, þið þekkið mig, þið þekkið föðurinn, ég hef verið með ykkur, ég hef gengið með ykkur. Og það það sem að við eigum, líka á þessum stundum þar sem að við finnum að við eigum erfitt með að velja, þar sem okkur finnst við ekki hafa valkosti. Þá getum við valið Krist og með því að velja Krist, þá veljum við lífið. Og það langar mig til þess að skilja með ykkur hér í dag. Veldu lífið. Haltu áfram. Settu grunninn á þann stað þar sem þú veist fyrir víst að grunnurinn Guð
í þínu lífi. Í dag hef ég lagt fyrir þig líf og dauða, segir hann. Veldu lífið. Í huga Guðs bara einn valkostur, veldu lífið. Guð, það ekki valkostur í augum Guðs að velja annað. Það við sem höfum fleiri valkosti. Og nú langar mig til þess að við stöndum á fætur. Ég ætla að biðja lofgjörhópinum að koma hérna upp. Og við ætlum að bjóða upp á fyrirbæn hérna í hliðarsalnum. Og fyrir þig sem ert að takast á við eitthvað í þínu lífi sem að kemur í vekk fyrir það að þér finnist þú annarkot hafa valkosti eða það svo erfitt að velja hluti sem að einhvern veginn koma þér að stað. Veldu lífið þá bara með því að stíga út úr sætið þínu og ganga og fá einhver til þess að biðja með þér. Þess að leita Guðs með þér hér í dag. Þannig að þegar þú ferð hérna út í dag þá hefur sannarlega eitthvað breyst. Annarkot viðhorf, von, trú, fullvissa eða bara þessi lausn sem að þú leitar eftir. Veldu lífið. Amen. lokum þessara samkomu hérðan frá Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir að hafa fylgt okkur eftir. Við minnum á samkomu næsta sunnudag klukkan 11
Og ég vil sérstaklega minna þig á boðskap dagsins í dag, veldu lífið. Það hægt að velja að fylgja Kristi en gleyma að velja lífið. Ef þú ert í þeim sporum eða ef þú þekkir ekki Krist og hefur aldrei gert hann að leiðtoga lífs þíns, þá vill hann mæta þér í dag. Og mér langar til þess að biðja með þér og biðja fyrir þér, biðja þess að Jesús komi sjálfur inn í þitt líf og hjálpi þér. Og við skulum biðja núna. Jesús, ég bið fyrir þeim sem eru að horfa eða hlusta á þessa útsendingu og ég biði Jesús að þú komir inn í hjarta þeirra. Þú þekkir hjarta þeirra betur en þau sjálf og ég bið Jesús að andinn þinn græði sárin, gefi nýjan tilgang með lífinu og viltu hjálpa þeim að fylgja þér, Jesús, af öllu hjarta. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú heyrir bænir okkar í Jesú nafni. Amen. Og á sama tíma og við þökkum fyrir samkomuna í dag, þá vil ég minna þig á að Biblíufélagið gefur út biblíulestraskrá fyrir árið 2014 sem þú getur nálgast ef þú ferð inn á biblian.is og skráir þig í félagið þeirra þar og styttu gott málefni, veldu lífið og láttu gott að þig leiða. Sjáumst næsta sunnudag klukkan 11. Takk í dag.